Góðir gestir, verið velkomin á útskrift Tækniskólans í Hörpu. Góðir gestir, verið velkomin á útskrift Tækniskólans í Hörpu. Bjóðið velkomna á svið Jón B. Stefánsson, skólameistara og Þór Pálsson, aðstoðarskólameistara. Útskriftarnemendur, góðir gestir. Ég heiti Jón B. Stefánsson og er skólameistari Tækniskólans. Og áður en við byrjum þá langar mig til þess að biðja ykkur að slökkva á símónum, þó við séum tækniskóli. Ég vil fyrir hönd skólans bjóða ykkur öll velkomin á útskrift Tækniskólans sem nú er haldin í lok jólaföstu 2017. Ég óska ykkur til hamingju með daginn og þennan áfanga sem þið ljúki hér í dag og við þökkum fyrir samfylgdina á liðnum árum. Ég vil hér í upphafi athafnar minnast þeirra sem látist hafa á starfsárinu og hafa tengst skólanum og starfsemi hans með einhverjum hætti. Ég vil biðja gesti að rísa á fætur og votta henni látnu virðingu. Takk fyrir. Framundan er heilmikil dagskrá og því rétt að nýta tímann vel, enda er dagurinn ykkar og ég vona að þið fáið notið hans sem best. Ég vil biðja Þór Pálsson, aðstoðarskólameistara Tækniskólans, að koma hér upp og taka við stjórn á athöfninni að þessu sinni. Gjörðu svo vel, Þór. Útskriftarnemendur, starfsmenn Tækniskólans og góðir gestir. Verið öll velkomin á fyrri útskrift Tækniskólans á haustönn 2017. Kæru útskriftarnemar, til hamingju með daginn og með áfangan sem þið ljúkið hér í dag. En áttið ykkur á því að þið ekki hætt að læra. Svo lengi lærir sem lifir málsþáttur sem að færa aukna dýpt eftir því sem maður eldist. En þetta sannast í orðum frú S.G. Stokey, education is a journey, not a destination. Nú við erum útskrifað hér í dag í fyrri útskrift dagsins 170 nemendur úr 7 skólum Tækniskólans af 19 brautum. Ágætu gestir og nemendur, í annar lok er yfirleitt breytingar á starfsfólki skólans og við kveðjum á þessari haustönn nokkra kennara eftir mislangan en farsælan feril við skólan. En þetta eru þau Helga Björnsdóttir, Helgi Þorvalds Gunnarsson, Hugrún Peta Skarphéðinsdóttir, Jóhann Karlsson og Sigursteinn Sigurðsson. Við gefum þau gott klapp fyrir störf í þágu skólans. Nú, útskriftin er í beinni útsendingu eins og síðast, en útsendingin er á Facebook síðu skólans. En nú þarf ég að fara yfir nokkur praktísk atriði vegna útskriftarinnar. Hver hlýtur ekki? Hver skólastjóri mun útskrifa sína nemendur eftir starfsröð skóla. Nemendahóparnir verða tilbúnir undir styrkri stjórn Silju og Valda
úr markaðsdeild skólans og nemendur koma síðan hérna upp á svið, hver á fætur öðrum, þeir eru kallaðir upp. En samhliða útskriftarskírteinum verðum nemendum veitt viðurkenningar fyrir námsárangur þeirra sem skarað hafa fram úr í námi. Við til þess að geta þessa ljósmyndun, hún fer fram jafnóðum, þannig að hver hópur stillir sér hérna upp á pall þegar búið að útskrifa og myndirnar eru teknar og eftir áramót verður hægt að fá bók eða myndir. Nú ágætu gestir, nú fáum við tónlistaratriði. Dagur Sigurðsson, fyrrum nemandi í grafískri miðlun við skólann, tekur fyrir okkur 2 lög. Gjörðu svo vel. Hvað segið þið? Það hafði ekki upp. Ég ætla að byrja á smá viskísálm. Það ekki viðandi? Heyrðist ekki í mér? Já. Used to spend my nights out in the barroom. Liquor was the only love I know. But you rescued me from reaching for the bottle. Brought me back from being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Honey, I stay strong on your love all the time. I used to look for love in all the same old places. Found the bottom of the bottle always right. But when you put out your heart, I didn't waste it. Because there's nothing like your love that gets me high. Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Honey, I stay strong on your love all the time. And you're as smooth as Tennessee whiskey. As Tennessee whiskey.
Tennessee whiskey. Takk fyrir. Verður ekki að jóla þessi brengunna líka? Alright. Hér smá lag. Þetta kannast þið. Kimstein og perlur, Guðs sveigu menni, sendi ég henni ástinni minni. Öll heimsins undur, ef ég þú nenni, færi ég henni ástinni minni. Lífsvatnið týra úr, lindinni góður, færi ég henni, ef ég nenni. Hesturinn Guðs góð, hólega fetan, heimsendar aða, ef ég nenni. Ég veit ég átti hér óskasteina, þá gef ég henni, ef hún vill sjá mig. Ég gæti allan heiminn ástinni minni, og þar að gefi, ef þú vill fá mig. Kóngsíki öllið, kaupi í snadri, kost til líði, ef ég nenni. Fegustu rósir úr runnum þess liðna, færi ég henni, ef ég nenni. Aldrei framarni hýtt í heimi, og dansa enginn minn, því ég er hér og vakir. Ekki svona. Skínandi hallir úr skýjum með svífa, ekkert mig stöðvar, ef hún veit mig. Dýrlegri sæla, dagarnir líða, þeir töfrum, ef hún veit mig. Einhverja gjöf ég, lastum jólin, ekki mjög dýra, sendi ég henni, ef ekkert skára ástand í össum, á ég svo kort að senda henni. Ef hún veit mig, ef hún veit mig, ef ég get slegið einhvern þá fæ, ástin mín gjöf frá mér. Takk fyrir mig, til hamingju. Næstur á svið skólastjóri byggingatækniskólans Gunnar Kjartansson. Námsbrautir skólans eru húsasmíði, húsgagnasmíði, málaræðin, múraræðin, pípulagnir, tækniteiknun og stúdentspróf. Kæru útskriftarnemendur, aðstandendur og aðrir gestir,
til hamingju með daginn. Það eru 24 nemendur sem útskrifast nú frá byggingatækniskólanum. Vil ég biðja þá að koma hingað til mín og veita brautskráningarskírteinum sína viðtöku og við byrjum á nemendum úr húsasmíði. Það er Bjartmar Freyr Hjaltason, fyrstur. Það er Edvard Árni Pálsson. Ingvar Hjartarson. Þá var það Melkorka María Guðmundsdóttir og hún er jafnframt verðlaunarhafi. Melkorka María hlýtur verðlaun Finns Thorlacius fyrir góðan árangur í faggrunum í húsasmíði. Og síðan er það Sigurður Sigurjónsson. Og næst er það húsgagnasmíðir. Það eru 3 sem brautskrást úr húsgagnasmíði og 1 sem stúdent. Mættir eru Heiða Harðardóttir, það var Jón Þorbjarnason og hann er fær jafnframt verðlaun. Iðnaðarmannafélagið Reykjavík veitir Jóni verðlaun fyrir ástöndun og bestan árangur í teikningu. Auk þess veitir byggingatækniskólinn honum verðlaun fyrir góðan árangur í húsgagnasmíði. Og lokaverkefnið hans var myndalegt skrifborð. Það passar einu verðlaun í viðbót. Byggingatækniskólinn veitir honum einnig verðlaun fyrir góðan heildarárangur í skólanum. Næst er það Sigurður Dagur Einarsson. Og þá er það 4 málarar sem eru útskrifaðir, en það er mikið að gera hjá málurum, þannig að það er engin nættur. Að lokum útskrifum við 11 pípara og fyrstur er Eðvar Atli Bjarnason. Nei, hann er ekki nættur. Það var Hallgrímur Pálmi Stefánsson. Og þá er það Leifur Örn Guðbjörnsson. Leifur. Næst er það Róland Bjarni Eyþórsson. Síðan er það Stefán Jan Sverrisson sem jafnframt lýkur stúdentsprófi. Og lokum er það síðasti maður á sviði, Vignir Þór Pétursson.
Nú fyrir hönd kennara Byggingartækniskólans óska ég ykkur öllum til hamingju með daginn, þakka fyrir samveru liðina Anna og óska ykkur velfarnaðar í mikilvægum störfum ykkar. Og þið megið nú setja upp húfuna. Næst á svið skólastjóri Handverksskólans, Ragnheiður Bjarnadóttir. Námsbrautir skólans eru gull- og silfursmíði, Næst á svið skólastjóri Handverksskólans, Ragnheiður Bjarnadóttir. Næst á svið skólastjóri Handverksskólans, Ragnheiður Bjarnadóttir. Námsbrautir skólans eru gull- Næst á svið skólastjóri Handverksskólans, Ragnheiður Bjarnadóttir. Takk fyrir að stríða okkur. Næstur á svið skólastjóri Handverksskólans, Ragnheiður Bjarnadóttir. Gjörðu svo vel. Útskriftarnemendur, aðstandendur, aðrir gestir, til hamingju með daginn. Við í Handverksskólanum erum sérlega stolt af þessum frábæru fagmönnum sem útskrifast frá okkur í dag. Þeir eru allir af hársnýrtu braut. Allir stóðu þeir sig afskaplega vel, en þeir sem ná besta árangri í faggreinum fá sérstaka viðurkenningu, auk þess sem Handverksskólinn veitir viðurkenningu þeim nemanda sem náði bestum heildarárangri í öllum greinum sinnar brautar. Mér langar að biðja ykkur að koma hér til mín og veita brautskráningarskírteinum ykkar viðtöku. Fyrst það Gíja Haraldsdóttir, en hún einnig verðlaunahafi. Gíja hlýtur viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í faggreinum frá Íson Heildverslun. Næst það Helga Þuríður Hlynsdóttir Hafberg. Þá það Hrefna Rut Kjerúlf, en hún einnig verðlaunahafi. Hrefna hlýtur skólaverðlaun fyrir góðan heildarárangur í skólanum. Næst það Íris Dóra Halldórsdóttir. Náði næstum að kissa hann á munnin, sko.
Þá það Karen Ívarsdóttir, en hún einnig verðlaunahafi. Karen hlýtur viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í faggreinum frá Halldóri Jónssyni. Þá það Karen Ýr Finnbogadóttir. Og næst það Klara Ívarsdóttir, en hún einnig verðlaunahafi. Klara hlýtur viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í faggreinum frá Íson heildverslun. Þá það Laufey Oddný Jónmundsdóttir. Næstur Mike Alexander Sanchez Rodas. Á ég gera aftur? Mike Alexander Sanchez Rodas. Rodas. Næstur Pétur Óli Pétursson Andersen og hann einnig verðlaunahafi. Andersson. Pétur hlýtur viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í faggreinum frá Halldóri Jónssyni. Þá það Rebekka Kristinsdóttir. Og næst Sif Andrésdóttir. Þá komið Særósu Guðnýju Jónsdóttur. Og Særún Gottsveinsdóttir. Því næst Thelma Erlendsdóttir. Og þá Una Margrét Árnadóttir. Og síðast en alls ekki síst hún Vigdís Soffía Sól Sigurðardóttir. Fyrir hönd okkar í Handverksskólanum óska ég ykkur öllum til hamingju með árangurinn og þakka góða og gefandi samveru. Njótið lífsins og alls inni takið ykkur fyrir hendur. Þið megið setja upp húfurnar.
Næstur á svið skólastjóri Raftækniskólans, Valdemar Gísli Valdemarsson. Námsbrautir skólans rafeindavirkjun, rafvirkjun, rafveituvirkjun, rafvélavirkjun, símsmíði, hljóðtækni, kvikmyndatækni og stúdentspróf. Ágætu útskriftarefni, gestir, til hamingju með daginn. Við ætlum að útskrifa hérna nemendur úr rafeindavirkjun og rafvirkjun. Þetta hætta þessu. Og í dag útskrifast hér 9 rafeindavirkjar og 15 rafvirkjar. En það er svo mikið að gera hjá þeim að þeir sá sér ekki fært að mæta flestir. Það er svona innan við helmingurinn hérna. En ég ætla að byrja á rafeindavirkjunum. Og fyrstur Aðalsteinn Atli Guðmundsson. Næstur Ásbjörn Eðvaldsson. Hann líka verðlaunahafi. Hann fær verðlaun fyrir bestan árangur í stýritækni veikströms. Næstur á svið Bjarki Freyr Sigvaldason. Þá það Eiríkur Orri Agnarsson. Eiríkur fær líka viðurkenningu á Raftækniskólanum fyrir bestan heildarárangur í Raftækniskólanum og gjöf frá Rafveinasambandi Íslands fyrir bestan árangur í rafeindavirkjun. Þá það Yngvi Þór Þráinsson. Máni Gautason. Og Vésteinn Gunnarsson. Þá það nemendur í rafvirkjun og fyrstur Alexander Örn Haraldsson. Næstur Aron Líndal Ágústsson. Daniel Róbertsson. Elvar Örn Hannesson. Og Viggó Már Sigurðsson. Nú fyrir hönd starfsmanna Raftækniskólans þá vil ég óska þessum nemendum innilega til hamingju með þennan áfanga og einnig öllum aðstandendum. Og
þá það rétt skal vera rétt. Þá það húfan. Næstur á svið skólastjóri skipstjórnarskólans og véltækniskólans, Jón Hjalti Ásmundsson. Námsbrautir skólans eru skipstjórn, vélstjórn, vélvirkjun, stálsmíði, rennismíði og stúdentspróf. Kæru útskriftarnemar, aðstandendur og aðrir gestir, til hamingju með daginn. Skipstjórnarskólinn býður upp á réttindanám í skipstjórn og að þessu sinni þá ljúka 10 nemendur réttindum C og D og nemendur sem ljúka réttindum D, þeir hafa einnig lokið stúdentsprófi. Til að taka við skírteinum sínum eru hér mættir Etienne Menetrey, en Etienne einnig verðlaunahafi. Hann fær viðurkenningu fyrir góðan heildarárangur í skipstjórnarskólanum og frá skólanum fær hann viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í skipstjórnargreinum. Eyþór Óskarsson, Guðmundur Ómar Lindursson, Hallbjörg Erla Fjellsteð, Hallbjörg, hún verðlaunahafi og fær viðurkenningu frá skólanum fyrir framúrskarandi árangur í skipstjórnargreinum. Þá það Tómas Róland Hansson, og að lokum það Valgeir Arnórsson. Ég óska ykkur kærlega til hamingju með árangurinn og þeim með setja upp húfurnar, gjörðu svo vel.
þá komið að Véltækniskólanum. Véltækniskólinn býður upp á réttindanám í vélstjórn, véltæknigreinum og málmiðngreinum og að þessu sinni ljúka alls 13 nemendur burtfararprófi í vélfræði, í vélvirkjun, í rennismíði og stálsmíði. Og nemendur sem ljúka námi í vélfræði, þeir hafa einnig lokið stúdentsprófi. Til að taka við skírteinum sínum að þá byrjum við hér á vélfræðingunum og þessir eru mættir. Það Bjarki Gunnarsson. Bjarni Guðmundsson. Hákon Júlin Þorsteinsson. Már Ívar Henríksson. Ólafur Már Harðarsson. Pétur Ingi Aðalsteinsson. Sigurður Jón Sigmundsson. Svanur Arnarsson. Þá hér útskrift úr rennismíði, Eyþór Ólafsson. Og að lokum það útskrift í vélvirkjun og stúdentspróf. Það hann Guðmundur Snorri Eysteinsson. Guðmundur Snorri, hann hlýtur viðurkenningu frá samtökum iðnaðarins fyrir góðan árangur á stúdentsprófi í iðn- og starfsmenntun og svo hlýtur hann líka viðurkenningu frá skólanum fyrir góðan heildarárangur í Véltækniskólanum. Þess má geta að hann aðeins 18 ára og lýkur skólanum nú á 2,5 ári, auk þess að hafa þreytt sveinspróf í vélvirki núna í haust. Hann þannig yngsti nemandi sem útskrifast hefur sem vélvirki með stúdentspróf og sveinspróf.
Næst á svið skólastjóri upplýsingatækniskólans, Guðrún Randalín Lárusdóttir. Námsbrautir skólans eru bókband, grafísk miðlun, ljósmyndun, prentun, tölvubraut og stúdentspróf. Kæru útskriftarnemar og aðrir gestir, til hamingju með daginn. Í dag útskrifast 29 nemendur frá upplýsingatækniskólanum og ég vil biðja ykkur að koma hér til mín og veita brautskráningarskírteinum ykkar viðtöku. Og við byrjum á grafískri miðlun. Davíð Snær Jónsson. Hildur Helga Ingvarsdóttir. Lóra Toft Ragnarsdóttir. Linda Björk Þorsteinsdóttir. Og næst það Rebekka Víðisdóttir. Hún útskrifast líka sem stúdent og verðlaunahafi. Rebekka hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í grafískri miðlun og fær verðlaun frá Iðnú bókaútgáfu og Forlaginu. Sveinbjörg Díone Steinþórsdóttir. Tómas Daði Valdimarsson. Vilhjálmur Árni Garðarsson. Og næst það nemendur úr ljósmyndun. Það María Ylva Lebedeva. Og Sigurbjörn Andri Óskarsson og hann að útskrifa sem stúdent. Og næst koma það nemendur úr prentun. Fyrst það Guðrún Æsa Ingólfsdóttir og hún einnig verðlaunahafi. Guðrún Æsa hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í prentun og fær að gjöf bók frá Grafíu og félag kennara í bókaiðngreinum. Gunnar Árni Guðmundsson. Lilja Rut Benediktsdóttir. Næst það nemendur sem að útskrifast með stúdentspróf af tölvubraut og fyrst það Adam Bærens Björgvinsson.
Aron Hrafnsson, Fannar Leó Örvarsson, Guðni Nathan Gunnarsson og hann einnig verðlaunahafi. Guðni hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi árangur á tölvubraut og einnig hlýtur hann skólaverðlaun Upplýsingatækniskólann fyrir góðan heildarárangur í skólanum. Gylfi Þór Helgason, Haraldur Loki Nathan og hlýtur hann einnig verðlaun. Hann hlýtur verðlaun fyrir góðan árangur á tölvubraut frá Advania og Vodafone. Og næst það Magnús Hlini Víkingur Magnússon. Nikulás Óskarsson, Ólafur Jón Valgeirsson, Sindri Gautur Einarsson, Styrmir Óli Þorsteinsson og hann einnig verðlaunahafi. Og hann hlýtur verðlaun fyrir bestan árangur í íslensku í Tækniskólanum. Og að lokum það Tómas Andri Arnarsson. Ég og kennarar Upplýsingatækniskólans óskum ykkur hjartanlega til hamingju með árangurinn og þökkum ykkur góð ár í skólanum. Munið að láta drauma ykkar rætast og framkvæmið hið ómögulega. Þið megið setja púðurnar.
Næst á svið skólastjóri Tæknimenntaskólans, Kolbrún Kolbeinsdóttir. Námsbrautir skólans náttúrufræðibrautir með áherslu á flugtækni, raftækni, tölvutækni og véltækni. Hönnunarbraut, hönnunar- og nýsköpunarbraut, bæði stúdentsleið og fornám. Nýbúabraut, starfsnámsbraut og starfsbraut í sérnámi og stúdentspróf. Útskriftarnemar, kennarar og gestir. Ánægjulegasti dagur annarinnar þessi dagur og ég, örugglega eins og þið öll, fyllist gleði og þakklæti þegar nemendur ná markmiðum sínum. Og nú sem sé komið að útskrift Tæknimenntaskólans eftir brautum og fyrst ætla ég að útskrifa nemendur með stúdentspróf af starfsbraut. Aron Líndal Ágústsson. Erna Ósk Ingvarsdóttir. Þetta útskriftarkærustuparið. Finnbogi Jökull Pétursson. Snorri Björnsson. Og næst ætla ég að útskrifa af náttúrufræðibraut tölvutækni og það hann Tryggvi Már Sigurjónsson sem jafnframt verðlaunahafi. Tryggvi Már hlýtur þrenn verðlaun. Hann hlýtur verðlaun fyrir bestan árangur í raungreinum, bestan árangur í stærðfræði og líka skólaverðlaun Tæknimenntaskólans fyrir góðan heildarárangur í Tæknimenntaskólanum. Og þá komið að hönnunarbraut og sumir að ljúka hönnunarbraut, sumir ljúka jafnframt hönnunarbrautinni stúdentsprófi eða að ljúka stúdentsprófi í kjölfar þegar þeir hafa áður útskrifast á hönnunarbraut. Og fyrst það Anna Ágústa Birgisdóttir sem jafnframt verðlaunahafi. Anna Ágústa hlýtur verðlaun fyrir besta árangurinn á hönnunarbraut. Og þá það Eva Árnadóttir. Eydís Steingrímsdóttir. Eyja Sigríður Aðalsteinsdóttir. Fáfnir Fjölnisson.
Hálfdán Hörður Pálsson, Marta Sibulskatje. Hún verður að koma að segja nafnið sitt, held ég, eftirnafnið. Ragnhildur G. Sigurðardóttir. Rebekka B. Guðjónsdóttir. Þóra Katrín Gunnarsdóttir. Og að lokum ætla ég að útskrifa af Hönnunar- og nýsköpunarbraut fornámi sem er ársfornám fyrir háskólanám í hönnun og tækni. Og það er Birta Fönn Sveinsdóttir. Og Jórunn Steinsson. Ég óska nemendum til hamingju með áfangann og treysti því að þau leggi sig fram að sinna köllun sinni í framtíðinni, í námi, í atvinnu og hverju því sem þau taka sér fyrir hendur í lífinu upp með húfurnar. Næst á dagskrá er verðlaunaafhending. Aðstoðarskólameistari Tækniskólans, Þór Pálsson, stýrir athöfn. Ágætu gestir, nú eru afhentar viðurkenningar fyrir bestan, næstbestan heildarárangur í skólanum, auk viðurkenningar fyrir störf í þágu nemendafélagsins. Ég vil biðja þessa 3 nemendur sem lesnir verðinu upp að koma upp á svið. Verðlaun skólans fyrir framúrskarandi störf í þágu félagsstarfsnemenda hlýtur Davíð Snær Jónsson. Verðlaun skólans fyrir næstbesta heildarárangur semidúksskólans er Jón Þorbjarnason. Tækniskólinn og gámaþjónustan gefa verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur. Besti heildarárangur skólans, eða sem sagt dúks, er Etienne í fyrir skipstjórn. Gjörðu svo vel. Þetta er Davíð. Davíð.
Góðir gestir, Jón B. Stefánsson, skólameistari, flytur nú stutta hátíðaræðu. Kæru útskriftarnemar, góðir gestir. Eflaust hefur þessa dags verið beðið með óþreyjum. Loksins hann runnin upp, sjálfur útskriftardagurinn. Það er virkilega gaman að sjá svona glæsilegan hóp útskriftarnema sem hér útskrifast úr mismunandi greinum og skólum sem eiga það sameiginlegt að vera undir hatti Tækniskólans. Nám er oft skilgreint sem skemmtilegasti tími ævinnar, tími þar sem menn nema þann grunn sem oftast verður á ævistarfi, tími sem menn mótast hvað mest og verða fyrir áhrifum sem munu fylgja þeim og marka sporin til framtíðar. Útskrift markar alltaf tímamót. Horfið er frá einum kafla og annar hefst. Ég vona svo sannarlega að draumarnir rætist og ykkur takist að finna farveginn til framtíðar sem er þó ekki endilega sjálfgefið. Þessum tímamótum er ástæða til að fagna. Gildi menntunar speglast við því sem þetta tekið ykkur fyrir hendur og er mikilvægt að menntunin hafi og haldi forgangi. Hvað er mikilvægara en að halda uppi öflugri menntun sem gefur ungu fólki tækifæri til þroska? Útskrift sem áfangi á langri leið er mikilsverð á að skipta máli. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, hefur vissulega þróast á liðinu 9 árum frá því að hann var til í núverandi mynd. Tækniskólinn á að vera í fremstu röð starfs- og tækninámsskóla, hvað varðar skólaþróun og uppbrot starfsnáms og uppfærslu þess til nútímans. Tækniskólinn þarf og á að vera í nánum tengslum við atvinnulífið og þjóna þörfum þess á hverjum tíma án þess þó að fórna grunngildum menntunar. Taka þarf tillit til þess að nútíminn kallar til starfsmanna sem ekki bara færir fagmenn á sínu sviði, heldur almennt hæfir og færir að sinna hlutverki sínu í víðari skilningi innan síbreytilegra fyrirtækja í örri þróun. Samstarf Tækniskólans við atvinnulífið á að vera í stöðugri þróun, bæði hvað varðar innihald og inntak náms í skóla og á vinnustað. Í dag hleypum við á stokkunum nýjum vef Tækniskólans. Vinna við nýja vefinn hófst fyrir rúma ári síðan. Tilgangurinn með nýja vefnum er að einfalda aðgang að upplýsingum skólann og gera vefinn þannig úr garði að auðveldara sé að finna upplýsingar en á þeim vef sem við nú kveðjum. Vefhönnun var í höndum Kosmos og Kaos. Markaðsdeild Tækniskólans ásamt vefskólanum sem er einn af skólum Tækniskólans eiga heiðurinn að nýja vefnum og leið og ég þakka þeim velunni störf vil ég óska skólanum til hamingju með nýjan og glæsilegan vef. Nú ætlum við að sjá örstutta kynningu á nýja vefnum.
Það er gaman að sjá ímynd Tækniskólans styrkjast og leið ímynd starfs- og tæknináms í landinu. Tækniskólinn og samtök iðnaðarins í samstarfi við alla starfs- og tækninámsskóla í landinu hrundu af stað í byrjun árs átaki sem bar nafnið #kvennastarf. Algengt er að tala sé hefðbundin kvennastörf. Með #kvennastarfi er ætlunin að brjóta niður úreltar hugmyndir kynjuð störf og vekja athygli og skapa umræðu. Kvennastarf vakti mikla athygli og ekki annað hægt að segja en að átakið hefur gengið vel. Staða starfs- og tæknináms í samfélaginu hefur verið í umræðunni á liðnum áratugum, er óhætt að segja. Ávallt er talað að efla þurfi stöðu starfs- og tæknináms og er það gjarnan til umræðu á hátíðis stundum. Hver er staðan? Hafa hlutirnir breyst? Krafan bóknámsstúdentsprófið er ríkjandi. Erfitt er að koma því til skila að stúdentsprófið er ekki bundið bóknámsskóla, heldur hefur opin leið samhliða starfs- og tækninámi árabil og ekki síðra en hefðbundið bóknámsstúdentspróf. Að mörgu leyti jafnvel sterkara. Stúdent samhliða starfs- og tækninámi er góð blanda í háskólanámi og skilar mjög færum starfsmönnum sem kunna að tengja hug og hönd þegar út í atvinnulífið er komið. Töluverðar umræður hafa verið sameiningar skóla og sitt sýnist hverjum eins og gengur. Í þeim tilfellum sem Tækniskólinn hefur komið að sameiningu skóla hafa mótrökin ávallt verið að verja þurfi skólana sem fyrir eru og engu megi breyta. Við erum lítið samfélag með fjölda framhaldsskóla, 35 á landsvísu, þar af 12 á Reykjavíkursvæðinu. Allir þessi skólar eru litlir og meðal nemendafjöldin ekki nema 500 nemendur. Framhaldsskólar í Reykjavík voru áður skilgreindir sem hverfisskólar. Þessi skilgreining á ekki lengur við, nemendur eru ekki lengur bundnir við hverfin sín, heldur sækja þeir þann skóla sem þeir velja sér. Er skynsamlegt að reka marga litla sérhæfða skóla? Stjórn Tækniskólans var fyrr í mánuðinum á ferð erlendis og skoðuðum við skóla meðal annars í Hollandi, þar sem áður voru 8 skólar í 120.000 manna samfélagi. Þessi skólar voru með stjórnvaldsákvörðun sameinaðir í einn skóla í nýju skólahúsi sem byggt var með þarfir skólana í huga. 13.000 manna skóli, fjölbreyttur skóli var til í nýju húsnæði. Oft er talað að Tækniskólinn sem samanstendur af 7 skólum sé of stór með 2500 nemendur. Er það rétt? Hvað er stórt í samhengi skóla? Háskóli Íslands er einn skóli með margar deildir eða undirskóla með sambærilegu skipi og Tækniskólinn með 13.000 nemendur. Menn tala ekki hans sé of stór. Háskólarnir eru samtals 7, umræðan snýst að fækka þeim. Hvað með þessa 35 framhaldsskóla? Þurfum við ekki sem samfélag að endur skilgreina framhaldsskóla framtíðarinnar? Vinnustaðanám er eitt brýnasta úrlausnefni atvinnulífs og skóla þessar mundir og á Tækniskólinn að gegna hlutverki í að brjóta upp hefðir sem standa í vegi þróunar, sem geta leitt af sér styttra nám og betri nýtingu á tíma nemenda. Ekki er hægt að unna því að nemendur sem lýkur námi í skóla ná ekki að klára nám sitt vegna hindrana sem hann þarf sjálfur að ryðja úr vegi, sjálfur að finna leiðir til að ljúka náminu, berjast við erfiðar og oft óyfirstíganlegar hindranir. Nemandi sem skráir sig í skóla á rétt á að ljúka námi sínu, að meðtöldu vinnustaðanámi, innritun í skóla á að tryggja þann rétt. Tækniskólinn og atvinnulífið eiga að hafa forgöngu í þessu samhengi, þróa starfsnám framtíðarinnar sem að fullu stenst samanburð við annað nám á sambærilegu skólastigi. Fyrir okkur öll skiptir máli að vera opin fyrir nýjungum og taka þátt í þeim hræringum sem í umhverfinu. Hafið þið, góðu nemendur, náð þeim markmiðum sem eftir var sótt? Þessari spurningu verður hver fyrir sig að svara. Þið hafið tileinkað ykkur fræðin, lært handverkið og fengið þjálfun í að beita hvoru tveggja í samhengi, en þegar á hólminn er komið og þið hefið vinnu í ykkar fagi, komist þið fljótt að því
að framundan áframhaldandi lærdómur, aðlögun að starfsháttum og venjum, aðlögun að starfsfélögum, þróun verkfærni, þroskun huga og handar. Fræðslan í nútímanum mikilvæg, ekki má gera lítið úr tilgangi hennar og mikilvægi. Við þurfum fræðslu til að tengja orð og hugsun við athafnir, tengja það sem við gerum í skólanum við skilning okkar og verklag. Við vonum að námið í Tækniskólanum gagnist til þeirra verka sem framundan eru, vonum að menntun ykkar sé haldgóð og traust, vonum að framundan eigið bjarta framtíð með það veganesti sem ykkur hefur hér verið fært. Kæru útskriftarnemendur, mikilsvert að tileinka sér framtíðarsýn, að virðing sé borin fyrir því sem á vegi okkar verður og að þekking og reynsla fæst á göngunni framundan. Ég vil þakka samstarfsmönnum við skólann fyrir velunnin störf. Ég vil taka sérstaklega undir þakki þeirra sem láta störfum, þakka þeim aftur velunnin störf fyrir skólann á liðnum árum og óska þeim velfarnaðar í framtíðinni. Starfsfólk skólans hefur gengið að sínum verkum æðrulaust, verið lausnamiðað, jákvætt og horft til framtíðar. Ykkur kæru nemendur, óska ég alls hins besta í því sem framundan og vona að þið hafið kjark og áræði í bland við gagnlega menntun til að ganga nú út og takast á við lífið. Ég segi skólastarfi Tækniskólans í jólum 2017 lokið.